Já, þetta efni fyrir próf 3 sem verður í næstu viku og við erum með mælibúnaðarnema sem grundvallar rit sem við notum við að svara spurningum úr verkefni 6 skynjanatækni og hérna erum við með eins og kafla stöðluð rafmerki og sem sagt þessi 0 til 1 volt, 0 til 10 volt, 0 til 20 milliampere, 4 til 20 milliampere og já, svo var það mínus 10 volt til pluss 10 volt. Þetta eru þessi stöðluðu merki og þeir eru búin að svara talsvert af þessum spurningum. Náttúrulega helsta varðandi galla í þessu spennumerki 0 til 1 volt það að þetta mjög viðkvæmt gagnvart utanaðkomandi truflunum en þannig að hérna, þetta bara að nota á mjög stuttum leiðum og nánast bara í tilraunastofu eitthvað slíkt. En kostir straummerkisins 4 til 20 milliampere það að við getum vaktað samband á milli staða af því að það verður alltaf að vera 4 milliampere á ferðinni til þess að hérna, merki sé lifandi og þannig að við getum látið gefa viðvörun ef að þetta merki verður 0 milliampere til dæmis eða fer niður fyrir 4 milliampere og sem sagt mælibúnaður og nemar eru í seinni kaflanum af þessu hefti sem PDF skjal uppbygging inntölu eða fyrri kaflinn og seinni kaflinn sem sagt mælibúnaður og nemar þannig að það þarf fyrst sem sagt að fara í gegnum þetta efni hér sem aðalum myndtölur og stigarit og hlæðrit og skilvændikerfið og dæmi inntölu sem við vorum með en það verður ekki spurt því efni því að það kemur á öðrum vettvangi. Hérna hins vegar mælibúnaðar nemar. Það þessi kafli hérna sem undir í þessu prófi og hér þá stýrimerkin og hérna eru sem sagt myndir af þessum stöðluðu merkjum. Það sem sagt fyrstu spurningarnar úr þeim og það til dæmis hérna úr eldra prófi spurt hvaða kosti hefur mínus 10 til pluss 10 volta spennmerki fram yfir 0 til 10 volta merkið og það það til dæmis að geta verið með þetta við hraðastýringu og geta valið snúningsátt mótors en við myndum segja að mótorinn verið kyrr við 0 volta spennu og keyra til vinstri í mínusátt og svo keyra til hægri við pluss stýrispennu þannig að hér væri við með möguleika á hérna mismunandi snúningsátt fyrir mótor til dæmis. Það svona það helsta það sem réttast í þessu svari hér og ef við lítum á aðra spurningu varðandi þetta efni að þá hérna til dæmis spurt hver helstu kostir straummerkisins og ég hef búin að svara því áðan að 40-20 milliampere getur tryggt vöktun á sambandi milli staða. Svo hérna spurning 1-2 hérna hvað samsvara tölgildi 1280 þetta tölgildi frá 0 til 495 þetta hérna 12 bita merki í rauninni sem við erum að vinna með bæði í þessari nýju M340 vel og við vorum með áður þannig að þetta engin breyting milli búnaðar en við höfum ekki verið mikið að reikna þetta fram og tilbaka í vetur heldur við höfum verið með nýja þætti eins og flæðirit og annað slíkt en hérna hér reiknum við svona lagað út með því að
við erum með ákveðna upplausn og sem sagt upplausnin á 12 bita breytu 12 bitar samsvara sem sagt hæsta gildi, við kallum það upplausn, hæsta gildi frá 12 bita breytu tölugildið 4095. Þetta sem sagt heiltala integer og við finnum það út með því að segja sem sagt 2 í 12 veldi mínus 1. Þá fáum við þessa tölu hérna. Þið getið prófað að slá því hérna á reiknivélina ykkar. Þannig reiknum við þetta út. En síðan ef við erum með þetta merki, sem sagt þetta í rauninni gildi sem að við gætum fengið frá einhverjum eldri búnaði vegna þess að í dag að þá öll svona skölun framkvæmd í inngangseiningunni á þessari nýju vél sem við erum með. Þannig að við þurfum ekki svo mikið að hugsa þetta núna, en það gott að vita að ef við lentum í þessu að það að breyta þessu merki í strömmerki eins og við beðum í þessu dæmi. Og sviðið frá 4 milliamperum til 20 milliamper, þannig að það þýðir að sviðið 20 mínus 4 milliamper eða 16 milliamper. Og þá bara notum við þessa einföldu aðferð hérna til þess að finna hvar við fáum þetta gildi á þessum skala, hvar þessi tala hérna 1280 miðað við hæstu tölu hérna 4095, hvar hún myndi vera á 4-20 milliampera merkinu. Og þá sem sagt margföldum við innkomandi tölugildið 1280 sinnum sviðið sinnum 16 og deilum með hæstu mögulegu tölunni á þessu sviði 4095 og síðan þurfum við að leggja við lágmarksstærðina 4 milliampere og þá fáum við út á þessu að þetta eru 9 milliampere og þá kemur það í þetta svar hérna, sé. Þannig að strömmerkið væri kannski 6-20 þá er mismunurinn 14 og tölugildið þá 6, læstum það. Já, en við erum ekki með neins svona stöðluð merki. Það er bara ef að væri þannig, já, en það, sko, ég er ekki að láta ykkur reikna það þess að bara getur þessi tala breyst. Og ég meina það gæti hugsanlega við verum með 16 bita breytu eða eitthvað slíkt, en ég meina þá finnir það bara út hæsta gildi sem að þá upplausnin. En við erum að vinna með 12 bita breytu yfirleitt, þannig að við erum ekkert að breyta því. Til dæmis eins og við sjáum hérna í eldra prófi hérna, þá erum við líka með 12 bita breytu og svo bara þetta spurt öfugt, hvað samsvar 16 milliampere stóru tölgildi frá 12 bita breytu og þá sem sagt segjum við bara hérna 16 milliampere sinnum þá hérna endur við í þessu hér, sko, þá þurfum við að reikna út þetta gildi hérna. Það þá ég snýri þessu ekki rétt, ég reiknaði þetta bara út á þennan. Þau þurfti náttúrulega að snúa við formúlum þannig að þau myndi fá út, skiljið, 3122. Það er spurt þessa tölu hérna, 3122. En þið náttúrulega getið leyst þetta. Ég er með þá formúluna á nákvæmlega sama formi og við vorum að skoða áðan, nema svarið þá hérna 3122 á bilinu 4-20 milliampere. Ja, það er það sem að sú tala passar við ef við erum með 16 milliampere. Ok. Það er samt að segja Já, þannig þið eru bara reikna þetta út og prófa hvort passa betur. Já, finna rétta svarið.
akkúrat. Já. En þið eru svo sterkir á svellinu í þessum hlutfallareikningum að ég hef ekki áhyggjur af þessu hjá ykkur og hérna við skulum taka fyrir svo við komumst í gegnum þetta. Tökum hérna stýristrengi og truflanir. Hér er talað hvaða truflanavandamál geta orsakað þess af skermingu á skynjaraköplum þegar annar endi skermingar er tengdur til jarðar og hinn ótengdur og þetta er í efninu við í hérna maður er búin að nema truflanir í köplum þegar að annar er ótengdur að þá er það hérna sko, hérna er annar endin ótengdur að þá myndi það verða sem sagt straumur í gegnum rýmd til jarðar. Sjá það hérna á þessari mynd og þá er þetta sem sagt rétt svar að truflanir vegna straums eftir skermingu gegnum rýmd til jarðar. Og ef við myndum skoða til dæmis hérna hvaða truflanavandamál geta orsakað skermingu á skynjaraköplum, það er annar endi, þetta er það sama, rýmd til jarðar. Svo gæti líka verið spurt til dæmis hvaða truflanavandamál geta verið ef að báðir endar eru tengdir, að þá er það bara straumur eftir kaplinum sko, eins og fyrsta myndin er hérna. Þá væri þetta vandamáli hérna, straumur eftir skerminum. Þannig að það er ýmislegt sem getur komið upp hér. Þannig að þetta var sama svarið, sama spurningin. Síðan er hérna 22, hvaða á þéttleikinn IP68 að þola og sem sagt að þið þurfum að skoða þessa töflu sem að er hérna í þessum kafla, þessi hérna tafla, að ég myndi nú sennilega láta ykkur bara fá þessa töflu til að hafa eitthvað í höndunum. Það er sem sagt IP68, þá er það sem sagt skilgreint dýpt hvað búnaði má vera miklu sem sagt dýpi. Það er sem sagt skilgreint þá í metrum hvað má vera miklu dýpt. IP6 stendur fyrir sem sagt alveg þétt gagnvart ryki, en seinni talan er rakin, og ef það er 7 þá má búnaðurinn fara niður á 1 meters dýpi ef það er IP67. Ef það er IP66 að þá er það við aðstæður á dekki á skipum, og síðan IP65 þá er það svona sprautuvarið. Það er svona, við erum aðeins að vinna á þessu sviði hérna. Þannig að, en ég ætla samt að mun eftir að láta ykkur fá þessa töflu. Við vorum með þessa spurningu hérna, IP67, þannig að það, þegar má ekki koma neitt vatn, þó að hann fari niður á 1 meters dýpi, og í hinni spurningunni var það IP68 og þá var það x metra dýpi sko, IP68. Þá eru skilgreindir metrarnir, hversu marga metra búnaður má fara á. 2 er búið, 3 kraftmælingar Melbrú, á hvaða hátt og með hvaða búnaði komið veg fyrir að skekkjur í spennuverki af völdum hitastigbreytinga í átaksmæliblökk við spilkerfi, og það er gert með þannemum, er komið þannig fyrir í átaksstykki og í mælibrú sem núllar út hita áhrif. Við vorum að skoða þetta áðan. Já, einmitt, ég var að sína ykkur þetta áðan. Og
eitthvað svipað í gamla settinu hérna. Lýsti stuttumáli tilganginu með óvirka þannemannum í átaksmæling á átaki á togurum. Þetta það sama, leiðréttir skekki vegna hitastigs breytinga. Þetta það sama. Næst það stöðumælingar encoders. Hvort frekar notaður raunstöðugjafi eða afstæðustöðugjafi ástengdur við rafmótor sem stjórnaði á hraðastýringu. Þegar við erum með hraðastýringu þá kannski erum við með svo mikinn hraða að við erum frekar með afstæðan stöðugjafa vegna þess að við getum þá til dæmis nullaðan hvenær sem er. En ef við værum með einhverjar mjög hægar breytingar eins og með vindáttamælingu eða stöðu á stýri á skipi eða eitthvað slíkt sko, þá verður kannski frekar með raunstöðugjafa sem eru hægar og mjög litlar breytingar sko. Það málið. 4 Ég veit, ég var á villum skjali hérna. 4, já. Og hér spurt hver aðalmunur á merkinu frá afstæðum stöðugjafa og raunstöðugjafa. Að sem sagt raunstöðugjafi, hann gefur frá sér svona kóða eins og til dæmis grey kóða. En hins vegar afstæði stöðugjafinn, hann gefur frá sér svona A og B púlsa með 90 gráðu fasviki. Ef við skoðum þetta hérna í mælibúnaðarnemum, þá þetta sýnt. Hérna að nálgast þetta. Hérna raunstöðugjafi. Hérna sjáum við bara skífan með föstum kóða. Það gæti verið grey kóði eða einhver kóði, ég sé ekki alveg hvað þetta er. Þetta bara kóði á skífu, en afstæður stöðugjafi, hann að gefa okkur A-púlsa og B-púlsa og sjáum það 90 gráðu fasamunur á milli þeirra. Og síðan oft gefið svona setakóði sem að sýnir okkur hver hvað, sem að merkja þennan til dæmis B, og svona kemur þetta þá út. Þetta alveg það sama þannig fyrir neðst í þessum afstæðastöðugjafa. Og þessir stöðugjafar encoderar eða encoders kallaðar á ensku. Þetta þessir sem eru á endanum á mótorunum sem eru hraðastýrir. Þannig að hraðastýringarnar viti nákvæmlega á hvað hraða mótorinn er. Það er miklu betri stýring á hraðanum frá hraðastýringunum. Ok, og tíðinni breytunum Við skulum sjá, við vorum konir hingað og þetta var sýningur til að sjá greikóðan eða raunstöðugjafan hans vegar og AB-púlsa hins vegar. 5. Nándaskinjar. Þetta eru útgangsrásir nándaskinjarum. Hvaða gerð af skinjara er á myndinni hér til hliðar? Við sjáum það ef að álagi tengjut upp í plús, að þá við með NPN, þá transistorinn sem að gefur frá neðri enda álagsins og niður í mínus. Þá þetta NPN, nándaskinjari, og á þessu tákni hérna, þá það normally closed. Sjáðu, þetta snertu tákn. Það náttúrulega engin snert í honum, þetta náttúrulega transistor, NPN transistor. Ok, ég vil að skoða hvort þetta eitthvað svipað hérna í gamla prófinu. Nei, þetta öfugt þar. Ef það veri PNP, þá að teikna álag við útgang hans og merkinamyndina hvað spenna mælist yfir transistorinn þegar hann skynjar hlut. Og ef þetta er PNP, þá gefur hann samband frá pluss og hérna niður á álagið, og þá teiknum við álagið hérna á milli, og hann er normally open samkvæmt þessari skýringu hér, snertunni hérna,
þið verður að skoða það vel hvort hann er normally open eða normally closed, og þegar hann skynjar hlut þá gefur hann merki þannig að yfir skynjar hann sjálfan hvaða spenna mælist yfir transistorin, því að transistorin er að ofanverðu í skynjaranum. Að þá er náttúrulega hann að gefa samband og þess vegna 0 volt að spenna yfir hann, skiljið. Af því að hann er að gefa samband í gegnum sig, já, transistorin er opinn, alveg rétt. Og við getum skoðað aðeins í mælibúnaði nema hvar við erum að sjá þessa útgangsrásir, þær eru þarna í þessum kafla hérna. Við byrjum hérna, við sjáum NPN og svo erum við með PNP hérna. Þannig að transistorinn, þegar hann leiðir, þá er náttúrulega engin spenna yfir hann. Akkurat. Þarna erum við með útgangsrásir á þessum transistor. Ok, næsta mál á dagskrá er litlu skjal 5. Hverjir eru helstir kostir nándaskynjara með hálfleiðara útgöngum? Þess að það er ekki einhver snerta að glamra og þá verður það ekki fyrir vélrennu sliti í rofbúnaði. Eitthvað annað hérna í gamla hvers vegna er nándaskynjari með transistor frekar valinn í snúningshraðamælingu heldur en nándaskynjari með týristor? Ok, þeir hafa hærri roftíðni þeir sem eru með transistor og við sjáum það hérna, þeir eru mjög fljótir að slökkva og kveikja, en þessi hérna sem að er með bara AC, að þeir eru bundnir riðspennunni 50 riðatíðninni og þeir hafa í rauninni bara 25 riða roftíðni, en hinir sko DC transistorútgangi, þeir hafa roftíðni alltaf 5 kílóriðum, 5 kHz hérna, 5 kílóriðum, og sem sagt við skulum skoða þetta er rásinn fyrir 50 riða sem sagt AC nándaskynjaran. Hann er þá með fasan hérna L1 og 0 hérna og straumurinn fyrir hérna í gegnum afreiðsbrúna, fyrir gegnum týristor hérna, og þannig að afreiðsbrúðin bara beinir straumnum rétt átt í gegnum týristorinn og þetta er náttúrulega bundið við tíðnina á netinu, 50 rið, þannig að 25 riða tíðni er hámarki sem að þessi getur ráðið við, en hinnir þessir hérna, þeir fara allt upp í 5 kílórið og það er sjálfsagt eitthvað aðeins mismunandi hvað hámarkið er, en svona 5 kílórið er allavega það sem þeir komast í. Ok, næsta spurning. Rýndarskynjari, hvernig er vinnslufjarlægð rýndarskynjara skilgreind? Vinnslufjarlægðin, hún er margfeldi skynjunarfjarlægðar og næmni stuðuls, og þetta er náttúrulega bara formúlan hérna í þessum kafla hérna. Þeir eru rýndarskynjarana, það er þessi formúla hér, að SA sem er vinnslufjarlægð, hún er jafnt og SN skynjunarfjarlægðin sinnum næmni stöðullin FC. Það er þetta hérna. Þannig að þetta er málið. Og hérna eru mismunandi efni og til dæmis við vorum að spá í af hverju er ekki hægt að skynja olíu gegnum plexigler eða gler, og það er vegna þess að næmnistöðull olíu er miklu minni heldur en eitthvað aðeins minni heldur en glersins. Svo sko hérna olía, hver olía hún er hérna neðst, það er 0,2, en gler hérna er til þess 0,3, þannig að það skynjar glerið, skynjarinn, rýndarskynjarinn skynjar glerið en ekki olíuna í gegnum það. Þannig að efnið sem á að vera bakvið glerið, það verður að hafa hærri næmnistöðul heldur en glerið
til dæmis eins og vatn til dæmis, það er 1 en ekki 0, eitthvað, þannig að það hefur mjög mikil áhrif. Og plexigler er líka hérna 0,3 næmnistuðullin. Ja, þannig að næstu spurningar snúast líklega þetta. Já, af hverju er frekar hægt að skynja vatn en olíu gegnum plexigler með reyndaskinjara? Það er vegna þess að vatn hefur mun meiri rafsvörun en olía. Vatn er með 80 en olía 2,2, eða sem sagt vatn er þá með 1 eða olían með 0,2 næmnistuðull. Það eru 2 sem sagt hlutir hérna í gangi. Það er tablan hérna sem er rafsvörunarstuðull og ég var að tala sem sagt það var 80 er rafsvörunarstuðull, hann er aðeins öðruvísi skilgreitur annars vegar, og svo eru næmnistuðullin sem er notaður hérna við þessa útreikninga hérna. Þessi FC, þetta er næmnistuðullin. Þannig að þið skoða þetta, og í hinu er hverju er vinnslufjarða rýmdarskynjara háð þegar að mismunandi efni er að ræða? Já, vinnslufjarðin er háð næmnistuðli viðkomandi efnis, já, það er bara það. Og síðan af hverju er ekki hægt að skynja olíu gegn plexigler með rýmdarskynjara? Þetta er það sama, vegna þess að næmnistuðl plexiglers er hærri en olíu. Jájá, þetta er greinilega vinsæl spurning. Og svo spanskynjarar. Hvers vegna hefur 24 V DC spanskynjari hærri roftíðni en 270 V AC skynjari? Jájá, af því að 24 V DC spanskynjari er ekki bundin tíðni riðstraumsins eins og þessi 230 V. Það vorum við búin að skoða. Hvað var hérna í hinu skjalinu? 7. Já, við hvaða aðstæður má óskermaður spanskynjari vera festur slétt við festistykkið? Já, þegar að festistykkið er úr plasti, þegar að við erum ekki með eitthvað efni sem hefur áhrif á það strax. Sko, óskermaður, það þýðir það að hann er ekki með alveg málm út á endan. Það er non-flux og hérna við sjáum það hérna í þessu hér að það er hérna óskermaður non-flux mountable er kallaður. Það því það hann þarf að vera með svona þetta er aðalega varandi spanskynjarana sem við erum að spyrja út um þetta, að þá er sko nær segulsviðið hérna út fyrir á þessum óskermuðu spanskynjarum. En þetta er náttúrulega líka stundum hérna rýmdarskynjarar sem eru þannig frágengni. En hérna er flush mountable, þannig að þá eru þeir skermaður alveg hérna út í endan og þá er sviðið bara þrengra hérna fyrir framan og það nægir ekki að skynja úr eins mikilli fjarlægð. Ok, þetta er munurinn á þeim. Aðeins þessi spurning hér. Og svo er þetta mismunandi efni. Hver af eftirfarandi fullyrðingum rétt að hefðbundin spanskynjari með einni spólu, hann skynjar ál úr styttri fjarlægð. Við þurfum að koma nær með álið heldur en járn, sko, því að járnið hefur meiri áhrif á segulsvið frá skynjaran, frá spanskynjaran, skiljið. Ál og eir hafa minni áhrif á segulsvið, þannig að járnið það virkar betur á segulinn. Segul áhrif járns eru meiri. Ok, þá er 8. Það er útgangsrásir náttúrskynjara.
Hvað hefur mikið eftir? 8 og 9 og þá er það búið bara. Já, 9 og 10. Já. Erum við að vera búin með tíman? Hvenær er ég að mæta? Byrja næst tími klukkan hálf. Já. Sem sagt, við slúum að reyna að keyra í gegnum það. Hvaða spenna mælist á útgangi PNP skynjara sem er normally closed þegar hann skynjar hlut? Spennugjafa spennuna 24 volt mælt frá mínuspól í útgang. Þið þurfa kannski bera þetta saman við einhverja mynd, til dæmis eins og þessa mynd hérna. Hann er normally closed. Og þá erum við að mæla frá mínuspól í útgang. Til dæmis þessi hérna, þannig PNP. Og við erum frá mínuspól í útgang, við erum að mæla hérna á milli. Og þegar hann skynjar hlut, þá rýfur hann af því að hann er normally closed. Og þá náttúrulega er engin straumur í gegnum hann. Og þá mælum við 0 volt. Og þess vegna er rétta svarið 0,1 volt. Það er eitthvað örlítið. Það er rétt að svara. Ok, sambarileg spurning hérna hinum megin. Er einhver hér? Já, við vorum að þetta var sama varðandi tíðnina með snúningshraðaskynjunina. Þú ætti að velja spanskynjara til að mæla snúningshraða á sviðinu 0 til 1490 snúningamínútu. Hvort myndir þú velja AC eða DC spanskynjara? Og DC spanskynjari hefur rottíðni alltaf 5 kg, þess vegna veljum við hann. En AC hefur aðeins 25 riða tíðni, rottíðni, og því er DC skynjarinn valinn. Akkurat. Útgangsrásurnar. Hér er öðruvísi spurning, hvað spenna mælist á útgangi PNP skynjara, og þessi er öfugur, hann er normally open með hinn. Þessi er normally open. Þannig að þegar hann gefur samband, þá er þetta líka PNP hérna. Já. Þá, þegar hann gefur samband hérna, þá mælum við náttúrulega 24 volt spennu hérna yfir álagið, mælt frá mínuspól og í merki. Þetta er kallað merki hérna út frá hann. Og það er þá 24 volt. Og síðan 82, þegar að 230 volta nándaskynjar er notað við stýrliða, en að Easy sem ég þekki til dæmis, sem að Hörður er til dæmis notað í 4.4 og ég líka 4.4, þá erum við alltaf að nota millilið sem að er bara rafliði. Það má ekki tengja nándaskynjar beint inn á indöluna vegna þess að inngangsviðnámið á hérna stýriliðanum er alltof hátt, þannig að hann virkar ekki vegna þess að hann þarf ákveðið lágmark straum í gegnum sig, nándaskynjarinn, fyrir 230 volt, þannig að skynjarnarásinn sé í gangi. Það er ástæðan. 8.2 hérna hinum megin var já, þetta er kallað í mín. Þegar að 230 volta nándaskynjar er tengdur seguliða, mælist hvíldarstraumur í mín. Hvers vegna þarf þessi straumur að vera á ferðinni meðan útgangur skynjarans er í stöðunni af? Það er til þess að skynjararásinn sé í gangi, annars myndi sem sagt, vegna þess að annars verður skynjararásinn óvirk ef þessi straumur er ekki í gangi. Það má ekki. Ok, ég held bara upptökunni áfram, þannig að þeir sem að þurfa að fara, þeir bara fylgjast með upptökunni. Verður þetta svona krossmál? Eða mjög langt? Já, en þið verður ekki langt með teikna. Við höfum ekki tíma í það. Þið hafið ekki neinn gögn með ykkur til að teikna eftir, þannig að við tökum ekki svona spurninga eins og 8.3. Já, það var það, en það er ekki lengur. Í
þessu hérna, já, þá er 8.3 ekki með. Þá eru bara 9 hitamælingar. Að þá er spurt hérna hvaða tenging við viðnámshita skynjara PT100 veldur mestri ónákvæmni, og það er náttúrulega 2 víra tengingin. Ok, og síðan spurning um hitarafga. Hitarafgi er notaður til að mæla afgangshita á ljósavél. Hvaða áhrif hefur það á mælistærð? Ef leiðrétting fyrir hitastigsbreytingum við köldutenginguna bilar og hitastig hækkar á köldutengingunni, þá verður mismunurinn minni og mælistærðin minnkar. Okay. Þetta verður ekki með að teikna og útskýra lýsing í mál og myndum, það er ekki með. En hérna hinum megin með 9, þetta er alveg að vera búið, þetta er ekki með þarna. 9, hvaða tenging við viðnáms, já, ónákvæmasta mælingu. Þannig að við förum í gegnum þetta að 4 víra tengingin er nákvæmust, 3 víra tengingin er nægileg í iðnaði, og líka með jarðtengingu, hún er nægileg. 2 víra tenging er ónákvæmust. Ok, 9.2. Spurning um hitarafga. Ég er að klára upptöku. Spurning um hitarafga sem er tengdur erfibreyti. Að hitarafgi er notað til að mæla afgangshita á ljósavél. Hvað áhrif hefur það á mælistærð ef leiðrétting fyrir hitastigsbreytingunni við köldutenginguna bilar og hitastig lækkar á köldutengingunni? Þá verður munurinn meiri og þá eykst mælistærðin. Það er meiri munur á köldutengingunni og heitutengingunni og við það eykst mælistærðin. Þetta 9.3, það er ekki tekið með. Þetta er ekki gagnapróf. En svo er það erfibreitin. Það er síðasti liðurinn í prófinu og þá er spurning hérna fyrir hvað eru tengingar 1 og 2 á erfibreitinum, og við hoppum hérna aðeins yfir í mælibúnaðan EMA og þá erum við hérna, kæmi þá væntanlega eitthvað það. RI-breytirinn, hann er hérna ákveðin kafli í þessu hérna. RI-breytirinn og 1 og 2, það er tengingin inn á fyrir straummerkið hérna 1 og 2 fyrir straummerkið 420 mA og hina tengingarnar, stækkum þetta aðeins upp, þá eru hérna 3 og 4 er fyrir PT100 og 5, 3 og 6 er fyrir PT100 og 4 og 5 er fyrir hitarafga, þermokópl. Ok, þannig að þetta er það sem hérna er að ræða. 2 víra tenging PT100 væri þá milli 3 og 6 og spennu inngangur frá ýmsum skynjunum er þarna í miðjunni 4 og 5 og það er líka hitarafgar. Hlutverk 4 mA straumgjafa í RI-breytinum, það er að draga lágmarksstraum skynjarans og hann er staðsettur hérna. Færðu það aðeins til, þá er það þetta hér, þetta er þessi straumgjafi, hann tekur alltaf lágmarksstraumin.
ok, og síðan eru hérna tvö dæmi. Hitanemi mælir hitastig frá ferskvatni frá aðalvél. Hitanemin er tengdur við R-breyti sem sendir 420 mA strömmerki inn á inntölvu. Inntölvan breytir strömmerkinu í heiltölu á sviðinu 0 til 495. Hitasvið nemans var ákveðið frá 30 gráðum upp í 120 gráður. Hvað er hitastigið á ferskvatninu ef tölugildi frá inntölunni er 2730? Og þá er það formúlan T-mín, það er lágmarkshittastigið sem er 30 gráðnar, það eru hérna 30 gráður, og svona pluss merkið sinnum sviðið, það er merkið sem við gefum upp 2730, það er sett hérna inn, og 90 gráðnar er mismuninn á 30 og 120, það er 90 sviðið, deilt með upplausninni sem er 495 og hún er gefin hérna upp 495, og út úr þessu koma 90 gráður á Celsius. Sambærilegt dæmi hérna annað er hér að hitanemi mælir hitastig á ferskvatni frá aðalvél. Hitanemi tengir R-breyti sem sendir 420 strömmerkinu á eintölu og breytir strömmerkinu heiltölu svið 0 til 495. Hitasvið nemans er ákveðið frá 20 til 150, þetta er aðeins stærra svið, og hvað er hitastig á ferskvatninu ef tölugildið er 1820. Þá setjum við 1820 hérna, sinnum sviðið 130 gráður og deilum við upplausninni 40,495 og svo leggjum við lágmarkshittastigið sem var 20 gráður og fáum út 77,78 gráður. Og annað varðandi R-breytin, það var fyrir hvaða samskiptastaðal er COM-einingin á R-breytinum. Þetta er hart protokoll og það kemur fram hérna í textanum R-breytin. Það er svo sannlega það sem er svarið í þessum kafla. Það er það sem kemur hérna í gegnum COM og það er einhvers staðar talað það hérna. COM samskiptaeiningin hérna er 15. lið hérna og Program Unit with Hart Protocol. Þannig að þetta fer fram á þessu samskiptaformi Hart Protocol og síðan er hérna hvert er hlutverk DA-breytunar í R-breytunum. Það er sérst að breyta upplýsingum frá